too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Afhjúpuðu hlustendur, þetta hlaðvarpið tveir á toppnum, þáttur hashtag 154, verður að mestu lagður undir nýjustu Steven Spielberg myndina Disclosure Day, eðlilega, og gestur þáttarins, hann náttúrulega þarnast ekki kynningar, en ég náttúrulega verð að kynna þig, annars náttúrulega veit enginn á eftirna. Nei, það á rétt í þér. Það Ásgeir Kolbeins, annálað movie buff og þú náttúrulega má kalla þig bara brautir í enda því að tala bíómyndir og sjónvarp. Já, allir það ekki bara, ég. Þetta var stansi lengi með sjáðu. Já, 12 ári röð. 12 ári röð. Samfleitt. Já. Ekkert sumafrí og engin frí. Nei. Þannig að það var skemmtilegu tími. Já, og þú hefur náttúrulega ekki enst væntanlega ekki þetta lengi nema þú náttúrulega sést, þú fílar þetta þú ert bíó bara fyrir ekki að ljúga því. Nei, þetta ég bara alltaf haft mjög mikið áhuga á bíómyndum og svona öðrun öllu sem við kemur bíómyndum, ég held að sé alveg marga tegundir af því að vera movie buff, Algjörlega, örgulega. Þú getur bara, ég hef gaman að horfa á myndir, síðan ég elska að fylgjast með, þú veist, í rauninni allir í kring, hljóði, myndatakan. Og svo bara, partur af mínu er líka bara stjörnunar, stjörnulífið, Akkurat. Maður á sína, svona vini og óvini í þeim bransa. Já, akkurat. Einhver svona, ég nenni þessum ekki. Já, einmitt. Tom Cruise og Tom Hanks eru alltaf frekar látt skrifaðir hjá mér. Já, þeir eru einhver staðar neðarlega listanum. Já, ég teka samt ekkert allavega, ég viðurkenni það fúslega alltaf að Tom Hanks er náttúrulega ótrúlega góður, en það er bara eitthvað við hann sem ég kann ekki við. Já, þá er það bara líka þannig. Já, og hann hefur oft verið hjá Spielberg, en hann er ekki í Disclosure Day. Nei. En best að byrja á því að þetta heyri fólk að það er engin Oddur með sinn bjarta jákvæða róm. Nei. Hann er hann er fastur í Hvalfirði að eldast við hvalbát og þau sem að fylgjast með fréttum Stöðvar 2 ættu nú að vita af þessu, en svona er að vinna með sjónvarpsfréttamanni. Það getur verið erfitt fyrir gamlan pappishund, Nákvæmlega. Oddur Ævar er í Hvalfirði. Oddur, er báturinn kominn þangað? Nei, Margrét, hann er ekki kominn þangað. Við keyrðum framhjá honum. Hann er að sigla mjög hægt og það er kannski vegna þess að Hólmsteinn Birgisson er þar borð. Já, það er svona, einhverjum Hólmsteini Birgissinni það að þakka og Oddur skildum eftir. Já, gríðarlega skemmtilegt. Já. En þegar þetta tekið upp þá var nú samt þessi bátur vist komin í land, en Oddur hins vegar er ekki komin í land. Nei, einmitt. Ég kem bara aftur síðar, eins og ég sagði við hann. Já, hann var bara opaslega spenntur að fá þig, Já, þá getum við talað um eitthvað annað. Já. Ég meina, ég sagði hann við Odd, stjúa fínt að fá Ásgeir í Disclosure Spielberg þátt, en við getum alltaf fengið líku við hvenær sem er, eða hvað sem er. Nei, það er gaman að detti þessa mynd og Spielberg, það er náttúrulega, þú veist, þegar ég persónulega sá, er að koma eitthvað nýtt frá Spielberg, þá hugsaði ég nú svona fyrst, er að koma eitthvað nýtt frá Spielberg? Eða er þetta svona Spielberg er ekki búin að vera neitt eitthvað að gera og Nei. Allt í einu svona, og ekki fara að gera eitthvað. Já, einmitt. Og við náttúrulega ölumst allast upp náttúrulega þeim tíma sem Spielberg er náttúrulega svona bara best, við erum bara að topa Já, við erum nógu gamlir til þess að þetta er svona, hann er held ég kvikmyndaleikstjóri svona okkar æsku ólingsára. Bara Indiana Jones og þetta E.T. og síðan Svindlesli stöð þetta og Saving Private Ryan og þetta, það var gríðarlega öflugur leikstjóri og svona eins og við varum að tala með áðan líka bara baku tjöldin, þá var hann búin að vera með meir og minna flottasta liðið í Hollywood með sér.
bara í öllu þetta er náttúrulega alvöru player sko. og það svona ég veit ekki, ég svona fylgdist aðeins með því og þú heyrir það svolítið sko, hvort sem það er viljandi eða óviljandi hvort það er svona einhvern veginn, þetta er bara minn stíl þú heyrir svolítið á tónlistinni í myndinni akkurat, jú þetta er svona, þú svolítið farin aftur í sko, þegar það var svona tónlist þú veist, það er einhver eltingarleikur í gangi og það er bara einhver orkesta að spila skilur og upp með fiðlurnar og þú veist, eitthvað svona til að búa til einhverja spennu sko og mér var stæmt svolítið með þessa mynd Disclosure Day, þetta var svona ég veit ekki, þú þekktir einmitt öll svona þetta handbragð Spielberg var einhvern veginn alveg all over sem var kannski flottara sko á síðustu öld var það sko en mér er samt að þegar þú nefnir tónlistina þá er þetta náttúrulega sko John Williams eina ferðin en hann er náttúrulega búin að samt tónlistina allar bestu myndinar hans og ég held að hann sem farin að nálgast 100 árin sko hann ég myndi reikna með að hann sem ekki meira fyrir Spielberg nei og svona einhvern veginn hefur bara farið hún í skúfu líklega sótt þetta átt eitthvað já, með vantar hérna tónli ég er með þetta slaka þá það er mitt sko ég er nú svona áhuga sem tónlistinu og John Williams en mér fannst sko, ég veit ekki, var svo mikið læteld í myndinni tónlistin fór fram hjá mér sko það var meira svona hljóð sko en svo sá ég eitthvað gagnrýnanda sem að fann þessari mynd allt í foráttu en mælti með því sem að maður hlustaði á soundtrackið án myndarinnar sko. Það væri geggjað sko. Þannig að gamli er ennþá með þetta Þegar gamli sko Spielberg verður áttræður setna þess árið þetta er einhver úlingar sko. Nei, ég segi svona ég er minna sko maður glemir, ég fyrir náttúrulega sá Reytisóð og Stark 3 sem Háskóla bíó og þetta er náttúrulega bara ein besta mynd ever sko og E.T. það er ótrúlega góð ég var að sína svona 4 ár sinni mínum daginn síndi var svona valdarsinn úr E.T. og svo bara kom kona mín að okkur ég var farin sko að gráta með bara ekkasogum sko þetta er einhvern veginn bæði hún ógeðslega sæt og góð og svo þetta náttúrulega einhvern veginn bara beintekt í batshjartað í manni sko það var verið svona 11 ára eitthvað svona hún náttúrulega er eins og segir gríðarlega bara flott mynd og og svona kannski eina af þessum fáur sem að eldist og svona svolítið stendur sko mér finnst það það er engin svona íldufnikur af henni sko nei, það er nefnilega því miður eru ansi margar sem er komin alveg góð lykt af sko nefnilega og enn svo segilans með þessu bara mitt Rána týndu örskinni sko íslenska, bara hvað hún eldist vel sko hún er einhvern veginn alveg ég horfi á hana svona á 5-10 ára fresti og ég er ennþá bara ég er ennþá að vera spenntur maður kann utan að sko en samt einhvern veginn hann nær manni þannig sko og svo náttúrulega þú veist þetta það er náttúrulega búin að vera svolítið oft svona eitthvað going up í game það er náttúrulega E.T. og svo Close Encounters of the Third Kind sem að þykir nú helviti góð og svo var einhver að gæla að þetta er svona einhvers konar það var svona leini framhald af henni Disclosure Day, ég veit ekki hvort það er þetta gang svo langt en hvernig fannst þér? Varstu sáttur þetta? Sko ég sko Hollywood er náttúrulega búið að vera þannig að sko ef það er eitthvað sem ég er spenntur fyrir þá reyni ég einhvern veginn eftir mesta megni að forðast að sjá öll sínusótt og lesa dóma og pælingar og eitthvað sko vita sem koma ferskur bara einhvern veginn, þú veist ég hef ekki að segja nei og ekki segja mig neitt og mér langar ekki að vita neitt og eitthvað svona sko þannig og ég passaði mér svona svolítið með þessa mynd að vera ekki að einhvern veginn kynna mér ómikið, ég vildi bara sjá þetta og sérstaklega svona Spielberg og eitthvað þess að þar hún er sko hún er öðruvísni bjóst við og á sama tíma ekki einmitt ég svona sko til að ná til fjöldans þá þarf að vera meira aksjón í henni myndi ég segja, þú veist þetta er svona svolítið hún er svolítið djúp í runni og djúpa pælingar og þetta er djúp samtöl og ég var með 12 ára guttan minn með á henni og hún fannst þú góð og allt í lagi með það en svona sko þú þarft svolítið að vera sko í þessum pælingum og í rauninni sko það var allins ein alveg frábær lína
að því að það nú oft með bíómyndir og það svona kannski áður en ég segi línuna, það svona oft með myndir ekkit bara í dag heldur, það oft svona einhvern veginn svona þessi sem eru með konspirasíð á fullu, það alltaf þetta byrjar í þáttunum sko, þetta sem með Simpsons sko, það búið að predikta eitthvað. Já, Simpsons hafi bara séð fyrir bara fram til síðustu 30-40 ára sko. Endalaust af hlutum sko, og það einhvern veginn, það koma svona bylgjur, það koma allir rosa mikið einhverjum þáttum og myndum að heimurinn að farast og síðan kemur eitthvað hitt og þetta og áttur að tala svona einhvern veginn, það eins og sé verið að undirbúa okkur fyrir einhverja frekari hluti og nú náttúrulega hefur verið mjög hávært þetta alien tal. Já, og svona Trump og hann stjórn alltaf svona boða sko, við ætlum að opna á eitthvað Roswell leyniskjöld sko. En síðan segir hann til dæmis einu stað í myndið þá til hann segir hann, ég meina forsetarnir, þeir veit ekki neitt sko. Forsetar eru bara 8 ára sko. Já, eru bara civilians því ekkert að vera láta þá eitthvað vita þetta, þess vegna bara þessi leynistofnun sem heldur utan þetta sko. og bara mjög góðu punktur í runni þannig að þegar þessi forsetar hafa verið spurðið gegnum tíðina, Obama og hinir og þessi sko, gemur ekki, ég veit það ekki og ég ekkert einu vissum að sé að ljúga sko. Nei, sennilega ekkert verið að fóra á mikið en það svona eins ég segi, þannig að mér þótti þetta sko skemmtilegt í henni, hvað var svona farið svolítið djúpt í þessa pælingar og eins ég segi, það er sagt þarna á einum stað, þá segir þarna þessi hátsetti maður og þetta engin spoiler því þetta nú bara svona bara framarlega myndið, þá segir hann sko we believe the believers þú veist and then we starve the rest of the population from believing them og þessi setning fannst mér helviti flott og þetta svona nú ættu hlustendur svona aðeins að setjast í þessa setningu, þetta bara we believe the believers þessi stofnun, hún veit þetta allt saman rétt, hún veit þetta allt saman til sem að allir er að hlaupa út á götu og segja þetta að koma og þetta að gerast, við vitum það, við trúum því en síðan bara sveltu almenning frá því að trúa þeim með því að segja bara, heyrðu, þetta er bara ruggla lið hlæja á niður geimur, þetta er rugglaður eitthvað geimskim þetta var svona einmitt svolítið hvað hann er Colin Firth, helviti ábúða mikill og stýrir þarna einhverju, þetta er svona risa stofnun, eitthvað svona undercover svona Men in Black sko, nema hann gengur ekki og heila þær fólk en það bara svona halda leyndamálunum akkurat það er einmitt, minnum ég á þegar við byrjum að tala um þetta, þá náttúrulega bárust þættinum skilaboð úr Hvalfirði. Jú, mér fannst þetta ekki eins slæm mynd og ég bjóst við, kannski var ekki mjög verið svona hugsuð út í gegn þá hvað var það svona handritið, en mér leið eins og Spielberg hefði verið að spila að gera þessa mynd bara til þess að búa til þetta loka atrið þegar opinberunin er það atrið, ég fekk kannski að því ég er að vinna sjálfur á fjölmiðli eða eitthvað en ég fekk alveg þvílíka gæsahúð og mér fannst eiginlega öll myndin bara þess verið bara til þess að sjá það atrið, en ég get ekki beðið eftir að heyra hvað ykkur kanónun finnst þessa mynd. Það hefur það, við erum kanónur. Hann er að sleikja okkur upp, sko, gæti ekki verið í þættinum og... Nei, veit að ég er brjálaður, sko. Já, fauk í mig hérna, sko. Nei, þannig að ég segi, ég svona bara típisk sprengju hlaupum Hollywood mynd, þá fannst mér vantarlega helling í hana og ég svona, og það voru alveg svona glimpsi í henni sem að þetta hefði mátt afgreiða betur og öðruvísi og eitthvað, sko og mér finnst alltaf skrítið þegar þú ert með það skiptir ekki máli að þættir að bíómyndir annað en þú ert með þetta er einhver stofnun sem er bara með aðgang að öllu því besta og öllu því mesta og öllum mannafla sem þú þarft á að halda og síðan koma samt einhverja glompur í bara byrju, sendu bara 5 menn þangað og sendu þetta bara og gerðu þetta svona en það einhvern veginn verður eitthvað klikk, sko það voru svona nokkur svoleiðis atriði í henni svona bara, og það er svo auðvelt ofta að afgreiða þetta öðruvísi en mér fannst skemmtileg dýnamíkin á milli þessara 2 aðalpersóna og það er Emily Blunt sem er veðurfréttakonan sem allt í henni fer að tala tungum og verður eitthvað skrítinn og svo Josh O'Connor leikur ofur hakkara sem stingur af með leyndamál frá þessari stofnun vann þar við að
passa lindamálin. Já, og það er svona í lokin, það skemmtilegt í rauninni svona, sko, hvernig svo tenging sko, af hverju þau eru svona basically valin í þetta að verða svona smá skrýtin og og líka bara hvernig þau tengjast á þessum, hvað ég segja, flóta undan þessari stofnun. Þannig að það þú veist það margir góði punktar, margt svona auðvitað bara vel fyrir sjáanlegt og og ég veit að ekki svona, ég hefði vilja sjá sko bæði einhvern veginn meira svona, eitthvað svona effekt í þetta og sérstaklega svona, ég veit ekki sko, hvernig venlega með þennan þátt má maður tala við svona vanir hlustundur eiga að vera við því búnir að við bara segjum það sem við þurfum að segja sko, svona eiginlega bara eiginlega mér finnst ekki þurfa að taka fram sko eitthvað spoiler viðvaranir en mér fannst allavega eins og ég setti svona spurningamerki eins og við í lokin sko þegar hann ákveður einhvern veginn að gefast upp sko þú veist ég meina, hann þurfti ekki að gefast upp, það hefði alveg verið hægt að taka og hann var búinn að vera það sko, baráttu glaður fram á því að það var hann pínu skrítið kannski eina sem eins og þessi setning sem ég las áðan we believe the believer skilu, auðvitað vissi hann þetta sjálfur, hann var bara ekki alveg á því að þetta ætti að fara út þannig að það var kannski ekki vandamálið að það væri eitthvað þarna sem hann var ekki að trúa en hann bara svona, hvað gerist þetta fer út en síðan Ríkur þá aðstofa maður út bara hann var muscle maður sko. Hann var náttúrulega ekki til í að hætta sko. Hann var til í að berjast alveg en samt bara strunsar út samt bara strunsar hann út þar en hann var hins vegar það harður að hann bara basically fór ekki eftir skilabóðum og tók allt í sína hendur fyrir myndinni sko. Þannig það svona þú veist það svona, ég veit ekki sko ég myndi þetta svona ákveðin veikleik í þessu veit ekki, Spielberg svo jákvæður því að svona vondukallarnir voru svo ekkit svo aðal vondir sko Colin Firth, hann svo ekkit vondur í rauninni sko, bara lippast niður og bara ok, ég er búin að tapa þessari skák en svona framan af fyrstu klukkutími fannst mér vera helviti góður að ég átti að þetta myndin 2 klukkutímar 25 mínútur, það frekar langt sko. Ég fann ekkit fyrir lengdinni á meðan að var verið að svona kynna inn aðalpersóna 2 og mikið klift á milli og svona hasar, eða svona ekki þannig hasar en spenna, þannig að það leið alveg svo svona fannst mér aðeins það var erfitt fyrir hann að slúta þessu fannst mér sko, þetta var orðið svolítið sem skrítið sko, aftur þetta ég meina, það er komin svakalegu tími síðan að Spielberg gerði eitthvað og það ekki eins og hann hafi þetta að rumpa þessu af eitthvað eittir á bingo. Ég hugsaði sko svona eftir á, þá fór ég að pæla að hefði þetta ekki verið betra sem bara þættir? Jú, mögulega bara átta góðir þéttir þá hefði þeir hægt að fara dýpra í alls konar hluti og svona, þú veist, búa til meiri einhvern veginn dýnamískan endi sko því þarna ertu með gott efni, þú ert með góða pælingar, flotta leikara, þú ert með allan pakkan sko, en hleypu svona svolítið yfir og svona, það er svo, vitir ekki alveg hver áhörendahópurinn sko. Já, nákvæmlega. Þú veist, er það gömlu dykku aðdáendurnir, er það nýtt krát, er það allir? Akkurat, svona þannig ég kom út af hann og ég svona pínu vombriði á sama tíma og ég einhvern veginn svona ég var alltaf gaman af það, þú veist það voru 9 punktar hana. Já, svona alveg þetta var svona eins og einhver greatest hits eða best of plata voru þarna alveg lestaratriði og eitthvað svona alveg ok, þetta er bara vantaði bara Indiana Jones stefið sko, alltaf gera sko og margt svona alveg flott í gangi og hann bara kvikmyndatakkan og allt það, hann kann þetta allt sami Janusz Kaminski kvikmyndatökumaður sem mikið verið með hann tók Saving Private Ryan til dæmis sem voru framin einhvers konar afrek náttúrulega í kvikmyndatöku en svo bara, þannig að mér fannst hún fín bara á meðan ég var brunum í gegnum hana en svo samt svona bara hún þolir ekki mikið að sé verið að rýna eða pota eins og eða bara sko myndin að plotti stendur allt einhvern veginn á því að við bara myndum ekki þola að við fengjum að vita að það væri geimverur til og væri búin að vera hérna það var svo bara
þú veist bara heimsmynd okkar myndi hrynja, ég meina ég held að þú veist, bara, já ok, halda áfram að skrolla bara í símanum, hvað, já, það eru geimverur, geggjað það er bara hvað Já, sko, það er náttúrulega, sko, nú er náttúrulega búið að opnast rosalega mikið á alls konar svona upplýsingar og ég menn eftir Epstein-skjölin og annað, þá eru svona upplýsingar til dæmis að finna þar. Það er alltaf meira og meira sem er að koma upp á yfirborðið og ég er alveg sammálaðir, þú veist, ég meina, fyrir mig væri þetta ekkert eitthvað stórmál, sko, ég myndi ekkert eitthvað fá mér annað í morgumat. Maður er bara svolítið peppaður, bara, yes, það hlaut að vera. Já, þannig, en auðvitað, þú veist, þið koma með ágæta punkta, hann kemur ágæta punkta hann í myndinni af hverju þetta væri ekki gott, þú veist, bara fyrir, og sérstaklega náttúrulega kannski að því að kerfið bara sjálf búið að koma sér í þann vanda, búið að koma sér á þann stað að ljúga, nei, þetta er ekki til og þetta er ekki að gerast og allt þetta, og sér heldur bara, þeir eru búin að ljúga allan tíma, já, sko, hverju eru þá ekki búin að vera að ljúga, hvað með allt hitt? Er ekki á það bætandi hvað traust á yfirvöldum og pólitíkin og öllu algjörlega, sko. Bara fjarar mjög hratt út, sko. Að því þetta náttúrulega tengi, sko, að því þetta er ekki líka bara, ég menna, bara eins og með þetta geimverutali, ég menna geimverur, það er svona eitt af því sem að þær viðast hafa er það að geta lesið, sko, huga og tala í gegnum huga og þá náttúrulega bara eins og það eitt, sko, fólk sem hefur sýnt fram á einhverju svoleiðis hæfileika, sko, nei, við vorum ekki að ljúga en við vorum brotið niður að bælt niður, skilur þetta er svona hvar hættir þá bara, heyrðu, hún var ekki klikkhaus það var ekki áhlættur þannig að þetta er svona, þú veist, og ég aftur eins og ég talaði um henni í byrjun, sko, það er svona, finnst mér þetta áhugavert því að þetta er að koma upp núna á þessum tíma sem að Epstein-skjölin er að koma og alls konar og kemur þessi mynd út og hún er ekki, sko hún er ekki típisk pop og kókmynd og það svona fær mig til þess að hugsa svona er ekki einmitt bara pælingin svo þetta á ekki að vera pop og kókmynd þetta á einmitt að vera dýpara til þess einmitt að herðu, við erum basically að segja ykkur einhvern sannleika, sko þú veist, eitthvað en hérna, ef þú ert að grunnur og þú ætlaði bara að fara í bíó og fá pop og kók, þá er flott, þá varst þú bara ekkert þar einmitt, það er svona einmitt það er svona má ætla það allavega Spielberg sé svona, þetta er svolítið ákall svona, hælið, hugsið eitthvað svoleið, sko og svona svolítið svona líka svona ákall á sem við tínum ekki samkenndinu og það er þarna empati og samkennd sé á hröðu undanhaldi, sko einmitt samskipti og samkennd, sko, hann er svolítið held ég svona grenja á að við reynum að spóla tilbaka vinna það upp aftur en svo líka því að það nú líka svolítið missa marks það var, við virtum svona vera á barmi heimsstyrjaldar bara World War 3 bara Bandaríkjunum og Norður Kórea eitthvað það var aldrei nóg mikil ógn einhvern veginn, það var svona í bakgrunum einhverjum frétta sjónvarsfréttum í bakgrunum en svo þurfti bara ekki annað en bara eru geimverur og enginn efaðist, þú veist, það var enginn sem að horfa á þetta í símanum sinum og djókaði eða neitt bara universal, bara já, ok, þetta er geimverur og þá einhvern veginn bara, virðist þetta stríð hafa bara gufað upp, sko þannig að hann er rosalega ábúðslega svona, þetta er svona barnalega jákvæður blessaður kallinn, sko, hefur kannski alltaf verið það svona eitthvað þráður í myndunum hans þegar hann er á þessum nótum, sko það var alltaf mjög einföld einhvern veginn svona laust. Já, einmitt, það er svona einföld laust en kannski eins og segir svona svolítið komin á hennar aldur og herðu, ok, ég er búin að gera fullt af einhverju pop og kók og svona alls konar og hérna ef ég ætla að skilja eitthvað eftir mig eitthvað svona, einmitt, hugsiði og ég meina hún endar líka hvernig endamyndin skilur alveg, bara búm, ein setning búið og hérna og einmitt bara svona hugsið bara þú veist, þannig að hérna þannig ég held að sko, ef þú horfir á hana þannig auðvitað gerur það ekki þegar þú ferð á hana og það er kannski gallin við það þú ferð á hana og þú bara kaupir þér stóra pop og farið kók og veist, klári eitthvað aksjón og síðan er það svona svolítið öðruvísi og þú svona eins og segir, fyrst í klukkutíminn og bara, ok, síðan eftir hlýð þá svona heldur áfram og þú svona þetta má ekki bara eitthvað aðeins fara að beygja núna gerist ekki og síðan einhvern veginn fyrir þetta út í svona ekki að segja eitthvað úþynda þvælu en bara svona, þú veist, það hefði mátt einhvern veginn, þess að vera að tala um þess að þætti, þetta hefði verið þætti það hefði líklega verið
það líka myndi ég nú teg, sko, ég er búin að lesa slatta dómum erlendum, sko, ég held að sko það er rosalega mikið að kritikarnir tala sko, þetta sé svona frekar svona þreyttur X-Files þáttur, sko, það er rosalega mikið bara verið svona, þetta bara svona slaft X-Files, sko full næsti en alltaf, jú, alveg þetta hefði kannski bara verið betra 8 þáttar míniserja, sko líka, mér finnst nú alltaf í öllum þessum myndum sem við hefum gert, þá er alltaf svona, það er einhver mannleg dýpt. Mér finnst þessar persónur þær voru frekar sjálf, sko, eða svona grunnar, það var svona ekki mikið, eins og maður einhvern veginn horfði á Richard Dreyfuss svona hálfpartinn, sko, hann var alltaf að leita þessum geimverum og svona virtist nú eiginlega bara að tapa geðheilsunni við það, sko, og var svolítið heldur bara, hann er bara að leggjast inn á stofnun, sko, þó það hafði ekki verið í myndinni, sko. Og samband náttúrulega E.T. og Elliot og svona, það svona var, hann hefur oft farið dýpra í svona mannlegu dýptina. Já, og rauninni sko mesta dýptin var í rauninni eins og maður myndi segja með vondakallinn og sérstaklega þegar hann byrtist konan hans byrtist honum og svona sko, það var mér það skemmtilegur effekt sína sko, hann var svona pluggaður aftur í eitthvað menns eitthvað menns sko, eitthvað sem að þú veist, hún sýndi öllum hún var alltaf eins og ramskign, hún sá bara inn í huga allra sem hún hitti þannig að það var svona en eins og segir það það hefur oft verið dýft í því öllu saman og náttúrulega þú ert með svona hraða mynd þá oft bara gefst ekki tími nei. Þú veist, hvað ætlar að fara í dýftina í persónusköpunni og annað og það er reynt þarna á tímabili eins og þegar hún fer inn í húsið og aðeins að upplifa fortíðin og eitthvað en það verður bara ekki nógu djúpt. Nei, það var líka þá var þetta einhvern veginn, þá var alltaf að fara svona styttast í lokin, sko, og þá var þetta orðið svolítið svona eitthvað gruggugt eða výrð bara og svona oft mjög einfalda lausnir á svona flóknum vandamálum og krísum, sko. Einmitt. En en samt sko, en rosalega vel leikið mjög, Emily Blunt alveg bara, hún var alltaf góð en hún var alveg að toppa sig hérna. Já, hún var frábær. Og svona mjög komisk, það var svolítið fyndin þessi mynd, en það var aðalega hún. Já, gaman hann á slökkulustöðinni, sko, það var mjög komist atriði, sko. Já. Allt var þarna ósýnilegt og það var skemmtilegt og en síðan til þess kom engin skýring þar, af hverju einn þessu steinum bara molnaði, hvað, þú veist það var svona, svona eitt og eitt einhvern veginn en það er eins og ég segi, ég held að þetta sé líka bara oft þetta, hvar eru væntingarnar eftir hver erst að bíða maður kemur væntanlega allavega svona, maður er orðinni allavega þetta gamall eins og við, þá er maður allavega með svona Spielberg bagga bara á bakkinu og maður kannski er með svolítið mikla svona kröfur, sko, en bara mér hefur ekki finnst að vera þetta hefði allir mín, sko, síðustu 10-15 árin, sko, þannig að ég var alveg frekar svona slakur gagnvartanum, sko. Já, algjörlega, sko. En á móti, spenntur, sérstaklega þetta koma með einhverja mynd sem tengist inn á þetta. Já, svo líka náttúrulega eins og samt þess að nefna áðan, sko, þannig að er alveg svona samsæðiskenningasmiðinu alveg komin með, sko, Spielberg viti miklu meira og hann veit að eitthvað er að fara að gerast, sko, hann sé svona plæja jarðvegin, sko, áður en að Roswell skjölin koma sem er góð pæling bara algjörlega mjög góð pæling og þannig að ég er svona ég myndi allavega svona ráleggja það að fólk svona fari svolítið á dýftina frekar heldur en að horfa á þetta sem með eitthvað entertainment, sko. Þetta er aðeins meir en bara pop og kók sé svona meira svona hvað var actually verið að segja og það er alveg gaman að sjá hann þetta aftur og fylgjast meira með Já, ég held hún þóla alveg ef maður nennir, sko, eða þannig gýrar þá þólar hún alveg að taka endur gláp, sko. Já, bara svona díalógarnir og svona náði með þá betur, sko. En svo, það ég hef verið að nefna, sko, svo er alltaf mér var stila, sko, besti karakterin í þessari mynd vera, sko, kærasti hann er Emily Blunt Wyatt Russell, sko, þetta er sonur Kurt Russell og Goldie, sko. Já. Og hann er alveg einhvern veginn með sjarmar pappa síns, hann er ekki alveg af sætur, sko, myndalegur, en það er eitthvað svo, það var bara svona venjuleg gauður, eitthvað
tónlistarmaður eitthvað að grautast með gítarinn sinn og hann var alveg hann var eitthvað mjög kunnulega mennst við hann alveg bara hvað hvað er að gælunum minni einmitt hringi læknin bara eitthvað ég hefði viljað sjá meira honum Já, hann var skemmtilegur hann var svona skemmtilegur en síðan kannski líka móti þú veist mér finnst stundum líka sko, ég minn þetta par, þau eru búin að vera saman og allt þetta og hvað þú veist, bara kemur svona fram við einhvern veginn makaðin eða þann sem út með og einhvern veginn heldur bara allt inn að sér einhver sturlaður Já, þú veist, svona samt að gæti að vera að fengið þarna lítið heilablóðfall fyrir framann yfir morgunverðarborðinu sko, og fór að tala rússnesku Já, einmitt þetta var ég fann eiginlega mest til með honum Já, en hann var skemmtileg típa og eins og segir, hann er þetta er flottur leikari Já, hann er skemmtilegur hann er svona, hann er svona næs hann er ekki eins og segir, hann er ekki pappa sínum sko Nei, það er erfitt sko Já, hann maksar ekki þar sko, en það er samt eitthvað svona, það er eitthvað við hann Það er nefnilega eitthvað við hann sko, hann er þægilegur Já, þægilega nærveru Já, þannig að það er svona það er eiginlega sama sko eins og líka með hann aðaleikara strákinn hvað heitir hann aftur hann Joshua Connor hann er svona sko þú veist, ég átti svolítið erfitt með að máta hann inn í þetta hlutverk svona byrja, ertu einhver aumingi eða þú veist hvað og hann í byrjun sko einhvern veginn þú svona þú veist, þú áttar ekki alveg á honum Nei. og hann er svona, þú veist, er þetta eitthvað greið er þetta eitthvað í lókingur ótalu gæi eða hvað er þetta sko Já og svona en annars var bara, og svona fyndið og skildið nefna þessum með lestaratrið sko, það svona var basically sko, það hefði getað skipt bílnum út fyrir sko 2 hesta í Indiana Jones það var bara nákvæmlega eins atrið sko, það var einhvern veginn bílinn skrölt einhvern veginn fastur utan í einhvern veginn alveg einsatt einhvern veginn lestin að koma á móti og þú einhvern veginn svona ég sé þetta áður þetta var svona þetta voru kunnulegir Spielberg-taktar það voru svona ansi margir svona kunnulegir líka svona keiri gegnum hús það var svona svolítið svona leika sér með tökuvélina þar sko, mér erstu reyndar skemmtilegi punktar eins og það til dæmis þegar þeir uppgötuðu hver hann var og hann er út í móa einhvern veginn og myndavélin fer einmitt í gegnum girðinguna út hinum einn og gaman að svona myndatökur sko sem einhvern veginn svona það er svona vanir menn að flexa ég get þetta auðveldlega sko, en samt á móti sko, eins og þú segir flexa, en þetta er ekkit nýtt Nei, og það er eiginlega kannski frá bottom line sko, það er eiginlega ekkit nýtt þetta er, og líka geimverurnar, allt mjög kunnulegt sé þetta allt áður þetta geimveru lúk og svo bara svona hugsanaflutningur og allt þetta Svo sá eitthvað gagnrýndi sagði að það er svona eins og Spielberg hafi sko verið búin að pæla í geimverum í 7 mínútur en ekki 40 ár sko. Það er svona, og hann er ekkert að bæta neitt við sko, hvorki það sem hann hefur gert eða aðrir. Þetta var svona allt mjög kunnulegt en líka svolítið þá kannski svolítið kósi eða svona þægilegt sko. Nema það var svona, það veit ekki, það hefur kannski mátt einhvern veginn herða einhverja bolta sem voru svolítið lausir sko. Já. Ég hef gaman að, sko, ég náttúrulega ekki hýrt neitt viðtal frá Spielberg sjálfum, sko og þú kannski ekki heldur þú veist svona hver nákvæmlega pælingi var það getur vel verið, að því eins og sé það getur vel verið að hann sé bara ánað með þessa útkomu þetta var bara það sem ég ætlaði að gera ég sé hann sé nú, hann náttúrulega það stóra það er ekkert stúdíó sem er mikið held ég að slá puttan á honum en það hefur bara gaman að vita eða hvort það væri svona, sko ég var nú, veist það hefði mátt gera svona og svona eða hvort, nei, þetta var bara það sem ég vildi koma fram sko. Og líka eins og segir þetta með að þú veist, geimverur í 3 mínútur eða öll þessi ár sko, nú aftur talaðum það að sé náttúrulega alls konar tegundir af geimverum og þannig er bara að vera að sýna þessa einu tegund þessa kunnulegu þessa gráu, hvað heita sko stóru augun sem að tegjast þarna út á hlið einmitt, og þá er bara ég menna að þú sagðir, ég menna ef hann veit meira eða einhverju vita meira, þá kannski er þetta bara það sem að
er vitað Já, þetta er þannig líka að ef hann hefði farið að skálda og gera eitthvað meira í þessu Já. þá ertu bara að fann að bulla eitthvað sko Já, það er líka, þetta er nú sannlega Roswell geimverurnar eða svona þessar teikningar sem hafa alltaf fyllt þessu meinta hrapi hérna 47 eitthvað sko, þær voru nátt að vera svona en það er svo hérna hvað heit Project Hail Mary, þar kom hins vegar geimverða sem var bara eitthvað alltaf hann var alveg off left field bara grjótnullungur bara bara eitthvað allt annað já. Sem var svolítið gaman en það er kannski svona það hefði ekki auðveldað narratífuna í þessari mynd ef það hefði þurft að fara að finna upp geimveruhjólið sko. En mér fannst kannski einna helstand í lokin sko, því að tala um þetta með persónusköpun og annað sem hefur verið góð hjá honum í gegnum tíðina og fara svona djúpt og ná í þessa persónulegu þessa djúpu mannlegu tengingu og mér fannst vantar svolítið í lokin sko þetta er langt atriði að vera að sína mikið af alls konar klippum og allt þetta að vera skiptið yfir í stúdíu í New York og við erum fóð nýja klippi og nýtt og eitthvað svona og það er rauninni bara að vera að sína myndir og síðan er bara fólk eitthvað svona aktofa einhvern veginn í símanum og horfa á þetta en sko það sem er verið að sína það er svona inn á milli sem er eitthvað svona heartbreaking eitthvað moment sko en hann hefði geta gert meira þar svona skilið eftir bara svona bara ég bara það var pláss fyrir svona váeffekt og bara ég fekk tár í augun bara einhvern veginn að þú veist að því að það er gert þarna í byrjumyndarina þegar hann segir ég ætla að sína þér hérna smá og þú veist þetta er ómikið örgla fyrir þig sem var svona alien snuff movie það er bara pynting á geimveru sko en síðan lokar hann því einhvern veginn og hann bara þú veist þú þarft ekki að sjá meir þannig að en síðan kemur þetta í lokin og þá einhvern veginn er þetta bara svona Já, það er svona, það þurfti, ég var samt svolítið hrifin að það var hérna dökkar fréttakonu svo alltaf bara, ég trú ekki að við sem að sína ykkur þetta og það var alveg verið svona matamann, en mér fannst það svo einlega, ég var eiginlega farin að gráta með henni, sko, þetta var svona alveg svolítið svona cheap trick, sko, það er svona að láta segja manni, sko, þetta sé svo rosalegt, sko. Einmitt, en það er svona, mér finnst þetta kannski aðeins að mátt og líka bara með öðru í sér tónlist kannski og annað einhvern veginn að fá svona meiri svona gæsa úr þarna þannig að þú færir út það bara svona og svona svolítið bara ef ég var að sjá þetta núna í fréttum bara á morgun bara ég myndi bara það er líka annað sem er alveg sko ekkert nýtt, ekkert mikið gerast og svona alltaf sko hann var alltaf tala stundum Spielberg sko hann sé svona ultimate bioboomer sko og einhvers staðar framal í myndinni Joshua Connor með alls konar stolnar stolin vídeós og dót sko það er að sitja á netið nei það er að býða sko þetta þarf að fara í sjónvarpi sko hann er bara ekki hendur á TikTok bara og þessu myndin hefur verið styttir í sko það er mjög einkennilegt að til þess að ná til fjöldans ætlum við að setja þetta út á okkur lokal sjónvarstöð og hún hringir í New York og svo bara fer þetta svona hringin bara heiminn í sjónvarpi þetta er náttúrulega þetta er eitthvað tímaskekkja sko ekki því að svo var alltaf að horfa á þetta í símanum sínum sko það var að sína sko viðbröðin sko eina sem þetta eftir í hug núna sko væri það mögulega sko að þú myndir að upplóta þessu mynd á TikTok á þessi tíð og þá er hægt að slökkva líka á því sko það er bara eitthvað símtal í einhvern yfir hjá TikTok og bara slökkt á öllum þessum vídjóm eittu þeim en þarna ertu í einhverju live broadcast í gegnum bara já líka náttúrulega þetta mátti líka sennilega verja með náttúrulega á þessum fake news tímum sko þá þykir okkur líklega að það kemur í gegnum alvöru fréttastofu sko þú frekar trúið ef að Oddur myndi byrtast á skjánum í fréttum sínar og segja okkur þetta heldur en að maður segja þetta bara í símanum sko akkurat einhver njóli bara var þetta verið sko það er svona en það er svo og ég minna að það búið að tengja hérna aðeins mitt og BBC var komið og bara allir komið einhvern inn í þetta sko Fox News með þessu og þeir voru ekkert að dissa geimverur en eitt bara wow það er eitthvað svona rosalega mikið svona bjartsýn tónn í honum meira sem Fox News voru bara on board alveg frá fyrstu sekundu vel gert það er svona skall í svona svolítið þetta jákvæðu tónn í honum það er svona svolítið gegnum gangandi finnur það einhvern veginn alla myndina svona mestu leiti að þetta er ekki að fara
enda illa sko. Nei, það er ekki að deyr enginn þetta allt svona, já þetta svona, það stuðar ekkert mjög mikið maður var ekkert heartbroken meira kannski svolítið svona ok, fair enough já, einmitt Algjörlega. það eins og það var svona já, og með persónar því að persónar eru líka dýr í myndinni já og það einhvern veginn sko, fyrst að þau mátti gera meira einhvern veginn með það, þú veist að það geta verið meiri flashback eða eitthvað sem þau hugsa aftur í tíman og eitthvað dýr verið að horfa á þau, eitthvað moment til að búa til svona einhverja tengingu eða eitthvað sko en þetta var svona, en ég segi, það hlaupið rosalega hratt yfir ofboðslega margt ding, þú veist, þú veit einhvern veginn hvað ertu með einna og þá þarf hann að skýra það út einhvern veginn rosalega hratt einhvern veginn, allt sem hann hafði verið að gera og hann að bjarga heiminum og saman, þetta er svo mikið einhvern veginn mikið í gangi þannig að það, svona eins og ég segi aftur þetta, dýftin hún er ekki þetta er svo hérna já, ég minna bara, þú veist bara sér það eins og hérna, hvað heita þér hérna þættir, hérna Five Body Problem eða hvað er hérna kínverska sagan já, Third Body Problem já, og hérna, nú er alltaf koma seri á 2 þar og það er svona, þú veist, rosalega spooky og dulafullt og hérna að byggja upp svona alvöru djúpa spennu og geimurinn á leiðin er svo langt í burtu sko, og er hérna hvernig hún að bregðast við sko, undirbúa sér sko og þannig að þetta er svona þannig að já, ég er svolítið á því að ég einhvern veginn veit það ekki nei, sennilega var nú okkur punktur hérna í þessu hjá honum Oddi sko að allt þarna framan af þetta hefur bara allt verið gert til þess að fá að gera þetta lokaðatrið, ég veit það ekki endilega en svona, þetta er sko bara við erum að gera eina stóra geimurmynd aftur sko og bara gerum eitthvað líka handritshöfundurinn David Coeb skrifaði handrit af Mission Impossible fyrstu og Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull sem er alltaf versta Indiana Jones myndin sennilega sko og Spider-Man frá 2002 Panic Room, hann er nú svona gert ímynd, þetta er sumir sem að ég vil vera að sjá til eftir á Facebook, vil hann meina hann sé hálfviti sko en þeir eru ofta unni saman áður hann og Spielberg og hugmyndin sé að koma frá Spielberg og svo er það Coep fenginn til þess að skrifa handriti og það eru svona gloppur í því sem að samt svona Spielberg tekst ágætlega að fela svona allavega í momentinu svo ef maður fer að hugsa mikið þá en ég er svo pæli oft í svona þú veist, þú er Spielberg, þetta er bara eins og með Christopher Nolan og þessar stóru kanónur sko þú veist, mjög handritshöfund og jú, hann skrifar handritið og það er ekki svo segið sem bara herðu tökudagur á morgun og Spielberg og þú ert ekki sáttu við og segir bara herðu, nei, reyktu þessu gefa okkur að hann hafi farið bara kátur í kamerunnar algjörlega og það samstarf náttúrulega, þetta er ekki þess að það er orðið til bara í haustum á handritshöfundunum einum sko nei, þannig að mér finnst svona stundum sko, í rauninni eins og segir, stúdíóð er ekki að fetta fingur út í Spielberg ég með það er ekki að fetta fingur út í Christopher Nolan sko þú veist, þannig að þó að svo sé hinn og þessi og eitthvað, ég menna hann situr með öllum situr með klippurunum og situr með Hans Zimmer og situr með öllu þessu liði og bara fær sitt í gegn þannig að þú veist, þú getur ekki sagt einhvern veginn þessi var handritshöfundurinn að þessi eða hinn, nei, þú ert þú skipturum verður að taka ábyrgðina að lokum sko en samt þú segir sko fyrir hvern þessi myndir þetta svolítið áhugavert stóru blockbusterarnir eru ekki búin að vera að standa sér núna sko Mandalorian and Grogu er að underperforma og Masters of the Universe alveg bara seriously sko undirvæntingum og það er svolítið pælingin sko ef Spielberg svona næra halinn nógu mikið af $1,000,000 og skila fólki í bíó sko ef ekki þá er spurning hvort að bara þessi tegunda bíómyndum sé svolítið bara búin í bili þegar nú eru bara 2 litlar hryllingsmyndir bara búin að valta yfir þetta núna síðustu vikur og mánuði Backrooms og Obsession og þá líka þeir eru bara að horfa á Obsession og pæli, þetta er náttúrulega ungt fólk sem er að gera þetta ekki, kannski bara er að vera kynslóðaskipti í bransanum sko þeir sem að gera myndina sem heitla okkur sem úlinga og krakka, þeir eru bara á lokametrunum sko. Já, það er náttúrulega klárlega sko,
þetta náttúrulega aftur þetta að þróast og fylgjast með veist, því sem í gangi í kringum því hver skipti sko. Og bara veist, tæknibrellur til dæmis bara nú það náttúrulega búin að ná hámarki þetta gert hvað sem skiptir engu máli hvað vilt sprengja eða gera eða græða þannig að það hættir að vera fyrir okkur einhver váfaktor eða fyrir hvaða kynslóð sem það er bara auðvitað en hérna áður fyrir var bara þeir alvörunni sprengdi þetta hús eða gerði þetta í alvörunni eða eitthvað og ég held að það gerist kannski bara líka aftur að við förum í við viljum bara oft einfaldari og betri myndir betri skrifaðar betri sögu þarf ekki að vera með öllum sem djöfusins látum flugvélasýningar Nei, ég held bara sko síðast svona alveg váfaktor fyrir mig, ég held að það bara verið í Jurassic Park sko þegar Spielberg bara blés lífi í risaðalurnar sko. Akkurat heldur langt síðan Já. Svo bara heldur þetta áfram að verða alltaf bara geggjar þetta CGI og orðið svo einhvern veginn veit ekki, of gott og mikið að maður leiður á því sko. Já, þú vilt bara authentic, menn þú getur ekki þú tekur ekki góðan leik úr leikara skilur, þú veist, góðu leikari er bara geggjaður leikari og þú sér það og ég meina það er náttúrulega það sem að Christopher Nolan er svo sem að halda alltaf í hann minnst af tæknibrellum, minnst af öllu þú veist, hafa allt alvöru ég meina náttúrulega bara Dark Knight náttúrulega bara, þú veist, guð með góður sko, það sprengir hérna spítalan þar og þú veist bara, þú veist, ekkert mikið einhvern tæknibrellum, bara flott mynd bara trillta myndir þú veist bara, þú veist þannig að hérna, það er einhvern veginn oft verið og sérstaklega náttúrulega þegar Marvel og DC duttu í það bara, þú varst bara einhverju teiknimynd sko bara, sem var alveg bara svona, stuð framan af, svo var þetta orðið svolítið, það fór að þreytast svolítið verður bara eitthvað allt og mikið sko Já, það er bara svo Nolan sko, það var Odyssey trailer undan Disclosure Day og þetta er náttúrulega sko saga sem var náttúrulega, hún er hvað 4.000 ára gömul sko, það er ekkert verið að segja manninni fréttir og við leiðum svo stundum að þurfum að horfa alltaf á Rómeó og Júlíu á 20 ára fresti eitthvað, maður þekkir þetta allt sko en þetta lítur þannig út að þetta geti, ég held að þetta sé geggjað hjá hann sko. Hann er svona David Lean sko, þetta er alltaf eitthvað svona risastórt eitthvað í myndina, Lawrence of Arabia eitthvað, Bridge on River Kwai eitthvað svona, en einmitt, ekkert eitthvað vera djöflast mikið í einhverjum brellum það er bara rosalega sko, þétt og stórt leikaragengi sem að einhvern veginn klikkar ekki Nei, og bara myndataka hljóð þú veist, þetta er veist, ég meina, það er þegar náttúrulega komna gagnrýnisraddir á, eins og segjum við Odyssey sko, samt er ekki búið að sína sko 5 mínútur úr henni Nei, bara þú veist, þeir voru ekki með svona hjálma í Gríklandi forna og Helena Fagra getur ekki það verið svört sko, þið viti ekkert um það sko Nei, algjörlega og náttúrulega sko þú veist svo sagan ég hitti með einnum daginn sem að þú veist að því að við höfum alltaf bara pitt í huga í Trói sko Akkiles og þú veist bráðmyndalögu gæi og síðan er sagan alltaf þannig Akkiles alltaf var sko hann var ekkert giftur sko hann var sko annarkvort var hann samkynhneigður eða bara fyrir allt skilur Já, þeir voru nú svolítið þeim megin Já, þeir voru svolítið þeim megin bara á þessum tíma að vera bara í öllu sko og þess vegna sko það er búið að gagnrýna það og við auðvitað vitum það ekkert við vitum ekkert hvernig hann spilar úr því þessari mynd en auðvitað er hann með hann hann strák Matt Damon sem leikur Akkiles núna hann það var alveg dottið út mér er Akkiles, fær hann að vera með í þessu? Já, það er held að sé veitum við Nú ertu alveg að leysa Odda af sko Oddu tekur alltaf svona góðar uppletti kunstpásur Já, það ekki, nei, Elliot Page að vera að tala náttúrulega sko að hann komi fram í myndinni og það er alls ekki vel við að hann bara sem svona lítill maður skilur ráði við eitthvað svona hlutverk þannig að svona gagnrýnisraddir strax byrjaðar á þess að fólk viti neitt þú veist ekkert hvernig hann spilar úr því sko, eða hvað hann gerir með það eða eitthvað sko. Þannig það er svona ótrúlega fyndið oft þegar fólk fer í einhverjar sko... Já, svona fyrir hann líka svona, bara Nolan hann er leikstjóri og ég held að hann
hann kastar ekkit random í hlutverk Nei, sko, hann veit alveg hvað hann ætla sér að fá fram sko. Já, það svolítið þannig sko þannig að en þetta eins og mann bara þegar það var tilkynnt að Daniel Craig þetta var James Bond og ég var bara þessi gæi getur ekkert verið James Bond og bara sá Casino Royale bara besti Bond sem að ég bara sé bara síðan Connery líka sko. Já, einmitt eitur svalur bara ekki alveg eins og maður sá hann fyrir sér sko. Nei það ýmislegt í þessu Já, það er eins og það ég Jú, ég svona, ég hefði alveg vilja einhvern veginn, þetta hefði verið eins og segir, bara svona wow, bara þetta startaði sumurinu alveg gíkatí sko og en gerði það ekki, það er náttúrulega það eru fleiri myndir eftir að koma og fyrir utan Odyssey náttúrulega kemur það er gaman að sjá þessa End of ekki Oak Street Já, það hvað með Anne Hathaway og Ewan McGregor það lítur mjög vel út ég veit ekki hann en bara þetta verður eitthvað bara heilt hverfi í Bandaríkjum sem bara fer í Jurassic Park eða eitthvað þannig sko. Einmitt þannig að já, einmitt ég sko trailinu þar, þetta er aftur svona þú veist, heldur þér svolítið svona veit ekki hvað fara að gerast og það já, sko, þetta er náttúrulega þetta er svona að þarna er komið eitthvað skriflið sem að hefur verið að gera svona þessar yfirnáttúrlegu myndir þessi gegnum tíðina og þannig að ég veit það ekki það eru margir mjög spenntir fyrir henni Já, ég veit sko ekki, ég sé bara trailer í bíó sko, ég nenni aldrei að horfa á trailer á YouTube eldast við þetta eitthvað á netinu sko, þannig að ég veit nákvæmlega það sem trailerinu er sýnt mér þessa mynd og það heldur mér allavega, lístur á þetta, so far og þarf það ekkert að vera neitt sko. Nei, en er það svona, hvað er svona, heldur þér spenntum fyrir komandi vikum? Ég veit ekki, við höfum svo sem Otter hún báður alveg vikið það ég frekar heitir fyrir Spider-Man Brand New Day ég er náttúrulega Marvel nörd sko og Spider-Man hann er nú ekki klikkað í seinni tíð sko ekki eftir að Tom Holland tók við honum Nei, ég sammála og ég finnst þú svona svolítið líta út fyrir það að þessi svona aðeins að bakka úr þess að við vorum að tala Já, ég held að sko úr einhverju algjöri CGI geðveiki yfir í bara svona aðeins meiri sögu og henda svo bara Punisher inn í þetta og þá ertu nokkuð örgur sko. En segja að Disclosure Day hvað var þá þegar hjá ykkur fegum var þá niðurstann að 12 ára strákurinn hann var ánæður en pappinn Já, í rauninni sko. Þú veist, hann fór ekki í einhverja var ekki að krifi þetta alltaf Nei, bara krakkarnir taka þetta alltaf svolítið bara at face value bara. Já og bara þú veist já, og veist, ég meina þú veist, það kom ekkert eitthvað þetta er besta mynd sem ég sé þetta var bara hvernig fannst þér myndin? Bara góð engin bömmur bara góð sko Það sé kannski svolítið málið þetta er bara svona, þetta er fín mynd en hefði geta kannski orðið eitthvað meira að starra sko, en bara is what it is Já, það er svolítið þannig En hvernig ertu farin að fara að minni bíó? Sástu allar myndir þegar þú varst með sjáðu? Já, ég gríðarlega mikið sko. Slítandi var þetta puði einhvern tímann? Nei, ég raun ekki sko. Þetta er bara ríkala gaman að fara í bíó bara, og það var svo gaman daginn og það er svona vona ég svo að það haldi áfram að koma myndir sem dragi fólk í bíó ég fór einmitt á bara backrooms og það var svona 80% í salnum ég bara leiti í kringum og ég hugsaði bara, wow, hvað er langt sinni ég farið í bíó og það er bara fólk í bíó sem er bara geggjað sko. og það er bara, ég fæ svona meiri trú á bara mannkynni, bara þegar ég sé fulla bíósal eða næstum fulla bíósal heyri slátur og heyri þegar fólki bregður og það er bara svona, það er þessi stemming að fara í bíó sem að myndast og ég held að þetta er kannski líka svona eitt af því sem er bara stundum ekki nógu gott, þegar við eigum svo flott bíó en þegar sama myndin fer kannski bara í öll bíóin þannig að þú veist, það eru bara
á einu degi eru kannski bara upp til 20 sýningar af sömu myndinni þá alltaf dreifist þetta svo svakalega að það, að því eins og daginn ég vissi það bara með Obsession að það var sýningar svona uppselt á og hvað gerist þegar það er uppselt þá segir þú bara, hörðu, ég ætlaði að við bíó það var uppselt, í alvörunni hvað er hún svona góð þú veist, þá býr það allir hæp og annað sko þannig að það er svona þetta var 1992 þegar Basic Instinct kom í regnbogan og var bara í regnboganum þú veist, ég þurfti að gera 3 atrinnur áður en ég komst á hana, sko, það var alltaf uppselt sko. það var stuðið það var gaman, sko. það var gaman sko. Og já, einmitt og síðan fór þetta einhvern veginn og það var svona einhvern veginn þegar bara eitt ákveði bíó átti myndina sko. Líka það sko nú er náttúrulega verið að dreifis út og skiljanlega mörguleiti sko. það verður náttúrulega algjörlega en það er eins og skemmtilega að fara í fullarsala fólki heldur en tóman sko. Mér finnst líka svo geggjaðir ég fór á Obsession í Kringlubjó og miðvikudagskvöldi og það voru örf á sætilaus og salurinn var bara fullur ungu fólki og ég hef ekki séð svona margt ungt fólki bíó sem ég var unga fólki sko. Það var ótrúlega bara mér leið mér sér ekkert illa að vera gamli sko. Þetta var svo eitthvað bara andinn sem fylgir krökkunum sko. Er svona eitthvað bara svona spenna í loftinu sko. Það var ótrúlega næs og svo náttúrulega eru þau alls skítrætt og öskrandi og gargandi sko, meðan maður hakkaðist ekki náttúrulega ég vona að þetta sé bara þú veist, þetta er búið að vera náttúrulega bras, þú veist, það kemur COVID það kemur verkfall allt búið að vera móti, allt búið að vera ógæfi bíóbaransans sko. sem kom aftur verkfall og þetta er svona loksins að lagast núna en ég nota hvert tækifæri sem ég get til þess að hvetja fólk til að fara í bíó því þetta er bara skemmtun þetta er bara svona social atöp sko. Þetta er ekki bara horfa á myndina sko. Nei þetta er tölvöld meira en það sko Heyrðu, erum við ekki bara þá helviti góðir? Jú. Kallarnir, gömlu, við erum alveg búin að koma boðskapnum út bara að drífa sig í bíó algjörlega, ég er bara spenntur að bíða eftir Odyssey það verður eitthvað það er svona eitthvað sem ég er mjög spenntur fyrir ég bara er svo mikill Christopher Nolan hann er alltaf ótrúlega góður sko. það er bara Oppenheimer sko, ég bara hugsa bara hvernig á ég nenn að horfa á langa mynd mannin sem fann upp kjarnorkusprengjuna mína hversu leiðilegt getur þetta orðið geggjumynd hann hefur touch sko. já, bara gríðalegt touch og þetta er náttúrulega nýtt algjörlega nýtt svona svið sem hann stígur inn á þannig er hann svona einhver ævintýra heimur þannig að þetta er sko sumir segja þetta geti orðið bara bestu mynd næstu ára ég hef gríðlega trú á þessu sko. og síðan eru aðri sem að þeim segja bara, hann er hann bara komin út fyrir það sem að hann er góður í og þetta verður eitthvað skrítið hvað heldur þú? Ég náttúrulega bara, þú veist klappa minn mann upp og mér finnst skrítið þetta náttúrulega eins og ég segi geta líka sagt að við Spielberg að finnast það skrítið, mér finnst skrítið að Christopher Nolan allt í hennu núna fer í þetta og skilar því ekki 100% sko. Nei, ég hef fulla trú á hann sko. Ég bara hef ekki trú á því og ég og það var eins ég verið að segja bara áðan sko með Elliot Page ég fór nú held ég ekki alveg rétt með ál með hvaða persónu verið að tala að vera að leika þetta í myndinni en menn voru svona þú veist hvernig þú kastar í hlutverk sko, þú veist að komin einhver gagnrýni á hann en samt veit ekki neitt, ég hef ekki búin að sjá neitt og þá kemur aftur þetta eins og ég segja að þú getur verið með sumu persónu á einhverjum tímabilum í lífinu og það getur vel verið að leika eitthvað eitt tímabil that's it, skilur og þá kemur það bara hrikalega vel út en þú veist, ég treyst honum ég hugsaði vel ekki fyrst bara, hvað ætlar hann að vera með Matt Damon getur ekkert verið ótið sig þetta er bara bjánlega svo bara með alltaf það sem ég sé í trailernum þá sýnist mér bara hann alltaf að púla þetta hann var alltaf góður í Interstellar hann er nú hann er einn af þessu sem fór alltaf að fara í taugarnar á mér en hann er góður yfirleitt bara
og textaleg þannig að hann var svo lengi framan að var hann alltaf svona barnalegur sko þegar vinirnir Ben Affleck var einhvern veginn svona alltaf miklu meiri svona man og svona klassískur einhvern veginn svona movie star gaur sko hinn heldur en hann var að vaksa upp í hlutverki Já, en náttúrulega bara með skegg og það er bara einhvern veginn Nei, þetta er geggjur saga náttúrulega þetta er 4.000 ára gamalt sko þetta er ekkert þetta er komin reynsla á þetta sko þannig að ég ávona á alveg bara gæsa húða momentum nokkurum sko Já, ég hlakka mikið til þetta er svona eina af þessum myndum sem þú er ekki að drekka mikið fyrir myndirna ég vil eitt reyna að fá mér salt til þess að binda vökva í líkamann þannig þú er ekki að fara að písa Já, bara, þú veist bara geti alveg setið og horft á alla myndina sko. Já, nákvæmlega Ok, heyrðu, þetta er frábært Er það ekki? Jú, og bara ég tek bara þig lofar og þú kemur einhvern mann aftur þegar Oddur er ekki eldast kvalbáta öllu ég sá eftir að fá að heyra það sko. Já, það er aðeins að lesa yfir með þetta sko. Það er ég Heyrðu, takk fyrir þetta og já, bara takk fyrir að hlusta að sjáumst næst ég kann ekki, Oddur kveður alltaf svo eitthvað innilega takk fyrir ykkur, takk fyrir þig það er ekki alveg minn stíl sko. en bara, heyrðu, geggjað, takk fyrir það Fara aftur í gang